Hin nýja og glæsilega ferja þeirra Hríseyinga og Grímseyinga eitt af því sem gerir Rósu Káradóttur ánægða með lífið þessa dagana. En fleira kemur til. Vorið, sumarstarfið við sundlaugina og góða veðrið í dag. Rósa býr í Hrísey og þangaði ferðinni heitið í hvítbláum ævintýraljóma. Rósa ætlar að rölta með mér þorpið með viðkomu í sundlauginni en svo ætlar hún að bjóða mér upp á Gallói nautasteik sem eitt helsta aðdráttarafl eyjunnar í augum margra ferðamanna. Örlygur, ég óska til hamingju með skipið. Já, þakka þér kærlega fyrir. Þetta skemmtilegt skip. Þetta mjög góð skip. Já. Nú varst þú skipstjóri hér á Gamla Drang, var það ekki? Jú, ég var þar árabil. Mörg ár. Þú ert reyndasti skipstjóri á svæðinu bara. Já, það kannski og mikið sagt. Þetta mikið að baugjum hérna núna sem verður að víkja frá. Þetta óvinni mikið þessu núna? Það með meira móti. Það kemur oft fiskur hérna inn á vorin sem menni sækja í. Já. Hvernig á svo að verða með skipið í sumar? Örar ferðir milli eyja og lands? Já, það áætlað 2 ferðir á mánudegi, ein ferð á mánudegi og svo aftur á föstudegi til Grímseyjar. Já. Einu sinni hérna inn til Akureyrar í viku, það á 50 dögum. Já. Og svo erum við með lausa daga, miðvikudaga, þriðjudaga, miðvikudaga og svo helgar, ef það þarf að halda. Svo séru verkefni svona ýmis. Já. Hvernig verður skipið fyrir farþega? Verður einhver breyting á því frekar? Já, það hugmyndin að byggja yfir hérna fyrir aftan. Já. Og eins og megum við taka 12 farþega, en svo hugmyndin að byggja yfir, þannig að við getum tekið alltaf 100 farþegum. Var ekki gleði í eyjunum þegar skipið kom til hafnar, fyrsta sinn? Sérstaklega í Grímsey, myndi ég segja. Já. Þetta sérstaklega bótt fyrir þá. Það kom ánægju svipur á þig áðan Örlygur þegar ég spurði þig hvort þetta væri gott skip og lipurt. Var það nokkuð missýning? Það voni ég ekki. Nei. Þetta mjög gott skip. Já. Það fer ekki ofan að því. Þetta fá að grípa í það? Já. Er það? Hvað viltu gera? Já, ég vil til dæmis spyrja því að auka hraðan. Auka hraðan? Það svo spennandi. Við hafa sambandið í vélinni þá. Já, hvernig gerum við það? Í sviðsum hérna, yfir. Sveitum hérna, þá heyrist gaur hjá honum. Já. Hann svarar. Já. Þarna þá Já, halló. Fulla verð, takk fyrir. Fulla verð. Hvað er? Stendur upp til. Það bara smá æfing á nýjum skipstjóra hérna. Má ekki fara bara eitt hring hérna? Jú. Farðu hringinn. Það rétt að naði það. Er það ekki? Svona. Svolítið stúið. Jæja, hvernig leggst sumar í ykkur? Mjög vel. Hún sérstaklega. Haldið að fólk muni þyrpast á skipið? Góðu skapi? Það vona það bara. Já, við erum með því. Strákar, var erfitt að fá starf á þessu skipi? Fengu færri en vildu? Hefur ekki að segja það bara? Ég held að þetta hefði sótt mikið með Já. Þetta er fengu, sko. Með öðrum orðum, þið eru úrvalsmenn. Nú ættum að vera þannig. Já. Frá Akureyri til Hríseyjar tekur ferðin tæpa 2 tíma og þaðan til Grímseyjar 2-falt lengur. Hrísey næst stærsta eyja landsins ríflega 11 ferkílómetra að stærð og 7 kílómetra löng. Eyjan að mestu byggð að sunnanverðu enda nyrðri hlutinn í einkaeign.
Íbúarnir er 280 og sá yngsti aðeins nokkurra daga gamall. Atvinnulíf Eyjaskeggja er að sjálfsögða mestu tengt sjónum en ekki má gleyma rekstri nautabúsins og ferðaþjónustunni sem sífellt færist í vöxt ár frá ári. Já, Rósa er mætt á bryggjuna eins og hennar var von að vísa, væntanlega albúin í röltið, rabbi og steikina. En skemmtileg sigling að baki með úrvals áhöfn sem vildi bókstaflega allt fyrir mig gera, enda verulega stolt af tæknibúnaði skipsins og möguleikum þess. Velkomin! Velkomin! Næst allt í kaupfélaginu sem þið fyrir? Já, svona að mestu leyti. Og Bjólaugur? Nei. Þannig kannski ekki mjög mikið félagsmið. Kvenfélag, ert þú í kvenfélaginu? Já, já, ég er í kvenfélaginu. Aðeins að ráða mér á það. Gott kvenfélag? Já, alveg. Söður daginn? Já, já. Saman? Jú, jú. Það er nauðsynlegt að... Hvað verður það? Hvers konar vinna er það? Já, þrífar kannski, sopa götur? Nei. Það er ekki alltaf að aukast umferðin í eiginu. Jú, hún hefur aukist mikið. Of mikið af bílum að verða. Já, það er allt of mikið orðið af bílum. Nú eru hellulaða götur, þetta er kannski meira fyrir bara gangandi fólk. Ég manni finnst það ætti að vera það. Hefur orðið umferðarslysina? Já, það hefur orðið. Eitt. Já. Hvað var það? Það rákust saman maður á mótorhjóli og bíl og hann fótbrotnaði illa, mótorhjólsmaðurinn. Er rjúpan komin? Já, það er nú ekki komið mikið af henni, en ég heyrði nú í körrum í nótt. Eru þeir helst á ferli á nóttunni núna? Já, eru þeir ekki eins og karlkynnið mikið á ferðin á nóttinu svona á ákveðnum tíma? Undirbúa daginn? Já, sennilega. Er rjúpan eins spök og afi látið hér? Já, hún er það. Og er það rétt að hún hafi flogið inn í hús undan fálka? Já, já, það hefur skeð. Hefur hún komið inn til því? Ekki inn, en alveg að dyrunum. Já. Merkilegt. Já, já, hún er hér alltaf. Stórum Nei. hópum. Það hefur verið að syngja bara í fjörunni? Já, já, það er það nú til þessar. Gera þetta nú svona á og til. Sólin er í hafdjúp nýinn, á himinn ekkur geislaflóð. Fuglar í mót, flestir í ró, vegur hvílir yfir land og sjó. Verður blika hafsins báru, heitur blærinn andar rót. Þegar að liðnu degi daggar tárum, til að græður sumarnótt.
Rósa, þetta er skemmtilegt sumarstarf. Já, þetta er ljómandi starf. Sérstaklega þegar sólinn skín. Já, það er alveg dýrlegt að vera hérna þá. Verður ekki alveg kolbrún? Já, blessaður, það er eins og negra kettling. Koma fullorðnir mikið á kvöldin? Nei, það er núlingarnir aðalega á kvöldin. Já. Fullorðnir koma klukkan 7 á morgnana. En ferðamenn? Ekki mikið þá. En þú sjálf, syndir þú mikið? Nei, nánast aldrei. Nú, af hverju? Ég bara flýt. Slökktu Sundhög. Láttu mig renna, vel. Láttu mig renna, já. Hugsaðu synda, nei, halda okkur synda. Halda okkur synda. Á þetta að vera svona? Já, ég vil nú fá að smakka til að Já, það er nú. geta sagt það. Þú verður að sambyggja þetta. Já, alveg, perfekt. Það er blátt. Rósa, þú hefur nú unnið mikið við matargerð í gegnum tíðina. Já, ég hef gert það. Bæði sem sagt með heimili, stórt heimili, mötuneyti og svo hefur unnið á veitingahúsum. Já, Er það ekki? jú. Bæði þá, hvað, hér út í Eyju og... Já, og í mötuneyti á Akureyri og á hóteli. Þú hefur gaman að þessu? Já, mjög svo. Mjög svo gaman. Hvernig fórstu nú með steikina? Já, hún er nú svona létt steikt. Þetta er hryggvöðvi, mjög góður. Og þetta er svona blóðsteik. En kryddið? Ég notaði á þetta Piffi alkrydd sem ég finnst persónulega mjög gott. Er það svona blanda einhver Já, það er kryddblanda. Já. Og notarðu þetta eingöngu á þetta kjöt eða? Ég nota þetta nú á fleira en yfirleitt á nautakjötið. Eða kryddpipar, hann er líka mjög góður. Já. Þetta er girnilegt. Takk. Á ég að ráðast á þetta? Já, gerðu svo vel. Já. Ég er alltaf til nóg af þessu kjöti. Já, það er nú svona, það hefur nú sloppið. Takk. Er það? Já. Það er ekki til svona, maður fær þetta ekki hvenær sem manni dettur það í hug. Nei. Í Brekka náttúrulega yfirtekur mikið af þessu. Já, auðvitað. Og þetta er svona einhver lauk og sveppablanda. Já, Hér. og paprika.
Hvernig? Þetta alveg dýrlegt. Þetta svo einhvern veginn réttur kraftur í þessu. En það nú önnur áferð líka svona undir tönn. Já, þetta svona ekki eins og þetta venjulega. Maður má ekki flýta sig von með þetta. Nei. Þetta ætlast til að maður borði svona í mjög miklu rólegheitum. Segðu mér nú eitt, Rósa. Þetta kjöt, heldurðu, eitthvað næringaríkara en venjulegt kjöt? Tvímælalaust. Það? Það held ég, fari ekki milli mála. Já. Nú veit ég að þú ert hagyrðingur. Áttu einhverjar vísur þetta kjöt? Eða þessa matreiðslu? Já, nú hérna svona 2 í fórmínum kannski. Það? Sem getur hann lofað þér að heyra. Það nýjar? Það eru nýjar, já. Og eiginlega gerðar alveg spes af þinni komu hingað. Nú? Já. Það var eitthvað að launa með lambið gráa? Ég verð að gera það. Og þær eru svona: af nægum kosti nú skal taka, nauti steikja upp sósu baka, á Erni Inga og öllu hans liði út skal reyna að tróða kviði. Já. Á næringuna nokkuð reynir, nautið hana ávallt geymir, en ef ofmikið þú í þér lætur, á ýmsu þarft að hafa gætur. Nú já, jaha. Það gæti verið. Nú sér það svona. Rósa, ekki ert þú fæddur og uppalinn Hríseyingur? Nei, það er ég ekki. Ég er fædd hérna rétt fyrir framan Akureyri og alin upp svo inn í Eyjafirði lengra. Hvernig var að flytja hingað? Það var eiginlega mjög gott. Það var svona hvíld í því að fara úr Skarkalanum. Þá var Hrísey rólegur staður. En ekki enn? Já, það hefur breyst mjög mikið. Þá voru ferjuferðir bara kvölds og morgna og ekkert þar á milli. Já. Og það náttúrulega sást ekki hér neitt sem að heitir ferðafólk á þessum tíma. Og þá kom fólk til mann svona, ef það var að koma í heimsókn, þá kom það yfirleitt á föstudagskvöldi og síðan fór það ekkert fyrir mánudagsmorgun því það voru engar ferðir. Bara róleg heitt. Já. Ég er að vera ansi rólegur því að ég er hann pakksaddur. Endur fati tómt. Hvað hljóðar þetta? Hvað meinar þú? Pílið? Já. Þetta eru ferjan. Já, þá tek ég bara næstu ferju. Það er nú ekki neina næstu að ræða fyrir á morgun. Þetta er síðasta ferðin. Hvað sé? Er það vandamál? Já, eiginlega. Já, það er nú kannski hægt að bjarga því, en það er nú ekki víst að það verið aðeins hraðskreiðu faratæki á ferjunni. Getur hún tekið kannski lengri tíma? Ég þykk það. Þá skulum við bara bjarga því við. Besta veðrið. Þú hefur róið einhvern tíðan, eða ekki? Jó, einhver tímann. Það er nú langt síðan. Já. Ég má helst ekki fara neitt lengra, heldur en 200 metra. Kona vissi ekkert hvert ég fór. Hvað sé? Eigum þá að snúa við? Nei, þú heldur bara áfram. Já, en hvað? Það er engin annar bátur hérna. Það er allt í lagi. Ég syndi. Ha? Ég syndi.
En þú ert nú eitthvað. Það er ekkert mál. Hvað ég gerir við bátinn hinum megin? Bara geymir hann þar. Ég næja að setja. Þú meina? Ég byrð bara að helsa. Alvöru? Já. Ég beði að helsa konunni! Aha!